Sortur kannski dæmið smá. Kveikja á webcam í smá stund til þess að sýna ykkur bókina sem verið að fara að lesa fyrir ykkur. Bam, 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 bam. Scary man with a plan. Svo þetta ekki fyrsta bókin. Mér sýnist að hafa komið út bók sem heitir Dagfinnur dýralæknir í Apalandi, Dagfinnur dýralæknir í Langferðum og þetta þriðja bókin, Dagfinnur dýralæknir og Perlur ræningjarnir. Dagfinnur dýralæknir og Perlur ræningjarnir eftir Hugh Lofting, þýðing Andrés Kristjánsson, bókaútgáfan Örn og... þetta fuck them. Ég má ekki fara að tala neinn copyright sem núna. Svo í frummálinu heitir bókin Dr. Dolittle's Post Office. Supposedly. En þetta á íslensku. Lagið og ljóðið Dagfinn dýralækni. Fyrir jólin 1968 kom nokkrum sinnum auglýsing Dagfinn dýralækni í sjónvarpinu. Auglýsingin var að því leyti til sérstök að textinn var sunginn. Lagið og ljóðið var eftir Sigurdór Sigurdórsson, prentara, og svo vel hafði honum tekist upp að hvort tveggja fór eins og eldur sinu allt land. Hér fer á eftir ljóðið sem Sigurdór söng raunar sjálfur í sjónvarpinu. Dagfinnur læknar dýrin há, Dagfinnur læknar dýrin smá. Eitt sinn í langa ferð hann fór, fylgdu honum dýrin, bæði lítil og stór. Dagfinnur kemur og Dagfinnur fer, dýrin hann læknar þar og hér. Vitiði ekki, krakkar, hver ég er? Þá kaupið og lesið sögurnar af mér, og nú hafa tvær vísur bæst við frá Sigurdóri. Þær eru svona. Dagfinn sem læknar dýrin smá, dálítil bók segir frá, þegar hann perlur fínar fann. Og ferlegar kerlingar eltu hann, ræningjakarlar komu að, en kannski ég segi ekki meira það. Bara bam bam bam, viljið þið kynna ykkur hvernig fer, búm 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 búm. Kaupið þá nýjustu söguna af mér, bara bam bam bam. Holy shit, gaur. Þessi gæi hérna, Sigurdór, hann var að selja, sko.
Hann var að kasta út. Hann var að gefa fucking litla dæmið, sko, að reyna að selja þetta dót, sko. En við ætlum ekki að kaupa. Þú veist, ok, ég er búinn að kaupa bókina. Ég keypti bókina, sko. En þið þurfið ekki að kaupa bókina. Nema þið viljið. Og ég veit hvar þið getið fengið copy. Góði hirðirinn er með alveg eins, kannski bara ekki jafn vel farinn. Mér sýndist ég hafa tekið betri, þú veist, bókina sem fór betur í gegnum árin eða eitthvað. Ok, tjekkum á þessu. Nálega öll sagan af Dagfinni dýralækni og perluræningjunum gerðist á heimleiðinni úr einni Afríkuför hans. Þess vegna læt ég söguna hefjast þegar hann er að leggja frá landi. Dregur segl að húni og tekur stefnuna heim til Pollabæjar í Mýrasýslu á Englandi. En áður verð ég að segja ofurlítið af tildrögum þessarar ferðar. Nokkru áður en Dagfinnur lagði af stað í þessa ferð, fór að bera í heimþrá hjá tvíhöfðanum. Þótt hann hefði mikla ást á lækninum og gæti varla til þess hugsað að skilja við hann, fór svo eitt sinn á dimmum og drungalegum vetardegi að hann spurði lækninn hvort hann gæti ekki hugsað sér að skreppa í stutta skemmtiferð til Afríku. Dagfinnur dýralæknir féllst þegar á þessu tillögu, enda hafði hann nú setið heima hríð og hrásalagalegu desemberdagarnir á Englandi voru honum leiðigjarnir. Sæll maður, þú veist, gerði þetta erfiðara, sko. Ég veit ekki ef ég er bara með lítinn heila eða ég kann ekki íslensku, en þú veist, þetta verður betra, sko. Hann lagði því af stað og hann réð til fara með sér, auk tvíhöfðans, dugguönd, kubbgrís, tátu uglu og hvítu músina. Þá hina sömu og hann hafði haft með sér í ferðinni heim frá Apalandi. Læknirinn keypti litla segulskútu til þessarar ferðar. Hann keypti sér litla seglskútu til þessarar ferðar. Gamla og slitlega en þó sterka á hið besta sjóskip. Síðan var siglt sem leið lá suður í Beninflóa. Þar heimsótti læknirinn ýmsa afríkanska kónga og kynlega þjóðflokka. Tvíhöfðinn fékk að reika gamalkunnar lendur, hann naut þessara frídaga vel. Dag nokkurn var læknirinn harla glaður hann sá fornvini sína. Svölurnar safnast þúsundum saman að skipinu þar sem það lá við festar. Þær voru að búast til Englandsferðar. Þær spurðu hvort hann færi ekki að hugsa til heimferðar. Hvort hann væri ekki að hugsa til heimferðar líka og buðu samfylgd sína, ef svo væri og gætu þær þá orðið honum að einhverju liði eins og forðum daga. Þegar hann hélt á brott frá Jölligingi, eins og sagt er frá í ferðasögu læknisins til Apalands, ok. Við erum núna að fá smá svona, þetta er svona prehistory, sko. Prehistory. Bókin er ekki ennþá byrjuð. Við erum bara að lesa þetta prehistory. Þar sem tvíhöfðinn kvaðst nú fús til ferðar, sagði læknirinn svölunum að honum væri ekkert að vanbúnaði og þáði samfylgd þeirra með þökkum. Voru nú hendur látnar standa fram úr ermum við fararbúnaðinn og var margs að gæta því að siglingin til Englands er löng yfir úthafið. Morguninn eftir var skipið þó ferðbúið. Akkerið var undið upp, segl dregin að húni og Dagfinnur dýralæknir stýrði skipi sínu norður á bóginn í Óskabir. Og nú hefst sagan. Óskabir. Óskabir. Þetta er með B by the way. Ég er ekki að lesa þetta vitlaust. Fyrsti hluti. Súsanna. Einn morguninn í fyrstu viku heimferðarinnar Dagfinnur dýralæknir sat að morgunverði ásamt dýrum sínum við stóra borðið í káetunni.
kom Svala svífandi og kvaðst þurfa að hitta lækninn, að máli undir 4 augu. Dagfinnur dýralæknir reis þegar á fætur og gekk með svölunni fram í ganginn þar sem hann hitti fyrir svöluforingjann sjálfan. Fallegan, spengilegan, lítinn fugl, vængjalangan og fránegan, Snarfari hét hann og var það nafn alfrægt í fuglaheimi. Hann var fimast flugnagleipir sem sögur fóru af og átti Evrópu, Afríku, Asíu og Ameríku met í loftfimleikum. Hann sigraði í kappflugi á hverju einasta sumri og fyrir ári hafði hann hnekkt sínu eigin meti í Atlantshafsflugi og flogið vegalengdina á hálfri 12 klukkustund. En það rúmlega 200 mílna hraði til jafnaðar á klukkustund. Sæll Snarfari góður. Sæll Snarfari góður, sagði Dagfinnur. Hvað títt? Læknir, hvíslaði litli fuglinn, Læknir, hvíslaði litli fuglinn. Við höfum komið auga á eineykju svo sem mílu vegar framundan og þó eilítið austar en í bátnum situr svört kona. Hún grætur beisklega og reynir ekki einu sinni að róa. Báturinn líklega einar 10 mílur frá landi því að við siglum nú yfir þveran Fantibuflóa og sjáum aðeins djarfa fyrir strönd Afríku. Konan á miklum hættuslóðum þarna, enda ætti fólk ekki að hætta sér í slíkri bátskel, svona langt út á haf. En hún virðist ekki láta sig það neinu skipta. Hún situr aðeins í hnipri í bátnum og grætur eins og henni sé alveg sama allt. Þú ætti nú að tala við hana, því að við óttumst að hún sé í miklum vanda stödd. Jæja, ég skal tala við hana, sagði læknirinn. Fljúðu nú hægt á undan skipinu, beina stefnu að eineykjunni, ég stýri skipinu á eftir þér. Dagfinnur dýralæknir gekk síðan upp að stjórnpall og stýrði skipinu í þá átt sem svölurnar flugu. Brátt sá hann litla og dökklita eineykju velta á öldunum. Hún var svo lítil og hún líktist trjáböl á reki. Þegar nær kom sást að þetta var bátkríli og í kænunni satt kona og laut höfði á hnjám. Hvað amar að þér? Hrópaði læknirinn þegar hann komst í kallfæri. Hvers vegna hefur þig borið svona langt frá landi, kona góð? Veistu ekki að þú ert í bráðri lífshættu, ef stormur skylli nú á? Konan leit hægt upp. Farðu burt, sagði hún. Láttu mig eina með sorg mína. Finnst ykkur hvítu mönnunum að þið hafið ekki enn gert mér nóg illt? Dagfinnur stýrði skipi sínu nær bátnum, fór síðan fram í stafn og hélt áfram að tala við konuna, en hún virtist vantreysta honum mjög af því að hann var hvítur maður. Þó tókst honum smátt og smátt að vinna bug á tortryggni hennar með alúð sinni. Loks kom þar að hún sagði honum sögu sína hágrátandi. Þið verðið að muna það, lesendur góðir, að þetta var á þeim tímum þrælahald var enn við lýði. Að vísu höfðu flestar ríkisstjórnir þá bannað stranglega að hneppa fólk í þrældóm og einnig að kaupa og selja þræla. En þó héldu ýmis varmenni uppteknum hætti, lögðu leið sína að ströndum Afríku og hertóku fólk eða keyptu þræla á laun og höfðu á brott með sér á skipum sínum til annarra landa. Þar sem þetta ánauðuga fólk var látið strita á baðmullar og tóbaksegrum, ýmsir Afríkukonungar seldu fólk þeir höfðu hertekið í orrustum og öfluðu sér mikla fjármuna með því. En sleppið því. Konan í bátnum var af ættflokki sem hafði í styrjöld við konunginn í Fantiburíki sem var á ströndinni við flóann. Í þessu stríði hafði Fantibukonungur tekið marga fanga og meðal þeirra var eiginmaður þessarar konu. Stuttu eftir að stríðinu lauk hafði borið að landi í Fantiburíki hvíta menn á skipi. Þeirra erindi að kaupa þræla til vinnu á tóbaksegrum
Og þegar kóngur frétti hve hátt verð þeir vildu greiða fyrir þrælana, ákvað hann að selja fangana, sem hann hafði tekið í stríðinu. Hæ, Hæ, þetta komum með ást fyrir þig. já, hérna á sultan Ég elska þig. og hérna er keksi. Ég elska þig, mamma mín. Ég skal líka. Kysstu mig. Ég elska þig, mamma. Ég skal líka. Úff, það er eitthvað verk í hér. Þetta er ekki næs. Ái. Ég byrja að lesa þetta í smá stund. Það bara fekk eitthvað svolítið verk allt í einu. Klárum núna kaflann hér. Og þegar kóngur frétti hve hátt verð þeir vildu greiða fyrir þrælana, ákvað hann að selja fangana, sem hann hafði tekið í stríðinu. Þessi kona hét Súsanna og maður hennar hefði verið ungur og hraustur. Kóngurinn í Fantibu hefði gjarnan viljað halda honum eftir, því hann sóttist eftir sterkum og hraustum mönnum í heri sína og lífvörð. En þrælakaupmenn sóttust einnig eftir ungum og sterkum mönnum til þess að vinna á ekrunum, og þeir buðu kóngi mjög hátt verð fyrir eiginmann Súsönnu. Kóngur féll fyrir þeirri freistingu og seldi hann. Súsanna sagði nú Dagfinni frá því að hún hefði elt skip hvítu mannanna á eineggjunni þegar það létur höfn. Hún kvaðst hafa kallað til þeirra á grátbeðið þá að láta eiginmanninn lausan. Þeir hefðu aðeins legið að henni og siglt brott. Skip þeirra hafði brott horfið úr augsýn hennar. Þetta var ástæðan til þess að nú hataði hún alla hvíta menn og þess vegna hafði hún ekki viljað tala við lækninn hann kallaði fyrst til hennar. Dagfinnur dýralæknir þrútnaði allur af reiði hann heyrði þessa sögu. Hann spurði Súsönnu hve langt væri síðan þrælaskipið hefði látið úr höfn. Hún kvað aðeins hálfa klukkustund síðan þar hefði horfið sér úr augsýn. Síðan hóf hún nýjar harmatölur og sagði að lífið væri sér einskis virði ef hún missti eiginmann sinn og því hefði hún grátið og látið sig ein gilda. Hvert bátskilina rak eftir að... Síðan hóf hún nýjar harmatölur og sagði að lífið væri einskis virði ef hún missti eiginmann sinn og því hefði hún grátið og látið sig einu gilda hvert bátskilina rak eftir að skipið hvarf henni. Hún sagðist ekki ætla að róa til lands. Dagfinnur dýralæknir sagði nú konunni að hann myndi leggja sig allan fram að hjálpa henni, hvað sem á dyndi. Hann gerði sig þegar líklegan til þess að auka segl og elta þrælaskipið, en dugga önd vakti þá athygli hans á því að skip hans væri mjög hægsgreitt og þrælakaupmenn myndu sjá seglaþegs þegar það nálgaðist og fá ráðrúm til viðbúnaðar eða undankomu. Læknirinn greip þá til þess ráðs að fara niður í eineggjuna til konunnar, segja skipshöfni sinni að láta akkeri falla og bíða hans þar sem skipið var komið. Hún kallaði síðan til svalana og bað leiðsögn þeirra, síðan reri hann með konunni norður með landi, leitaði í víkum við allar eyjar að skipinu sem haldið hafði brott með eiginmann Súsönnu. En sú leit varð árangurslaus allan daginn og náttmyrkrið skall á, áður en þau urðu nokkurs vísari, því miður. Svölurnar gátu þá ekki lengur veitt þeim leiðsögn, því að þær sjá illa í dimmu og ekkert tungsljóst var. Súsanna fór aftur að gráta þegar læknirinn sagði henni að nú yrði að gera hlé á leitinni og bíða nóttinni af. Þá verður þrælaskipið komið í órafjarlægð og ég fæ aldrei að sjá manninn minna framar.
sagði Súsanna grátandi. Læknirinn reyndi að hugga hana og sagði að hún gæti ef til vill náð sér í annan mann alveg eins góðan, ef svo færi. En henni gast ekki að þeirri hugmynd og grét því meir. Hún grét svo hátt að lækninum kom ekki blundur á brá, þar sem hann hafði lagst fyrir að botni bátsins. En raunar var það ekki sérlega notalegur hvílustaður, hvort sem var. Hann settist því upp og hlustaði á hljóð næturinnar. Nokkrar svölur voru þeim en svo fylgispakar að þær sátu á borðstokk bátsins og ein þeirra var Snarfari sjálfur. Læknirinn fór nú að ráðfæra sig við hann það, hvað til bráðs skyldi taka. Allt í einu sagði Snarfari: "Líttu á, læknir." Hann benti með nefinu sínu á vesturátt úr fyrir dimman, ógnandi sæinn. Súsanna hætti sem snöggvast að gráta og leit upp. Þau komu öll auga á ofurlitla ljóstýru langt út í soltanum. "Þarna skip," sagði læknirinn. "Já," sagði Snarfari. "Þarna áreiðanlega skip. Þær skyldu þó aldrei vera annað þrælaskip." "Sé það þrælaskip, þá það annað en það sem við erum að leita að," sagði læknirinn. "Það skip hlýtur að vera norðan við okkur. Þetta kemur að sunnan." "Bíðið nú við, læknir," sagði Snarfari. Ætli það sé ekki ráðlegast að ég fljúgi að skipinu og athugi hvers konar fleyta þetta er? Ég verð ekki lengi." "Já, gerðu það, Snarfari." "Þakka þér fyrir," sagði Dagfinnur. Snarfari brá sér á vængi og var horfinn í soltann á samri stundu. Læknirinn fór að hugsa það, hvort eitthvað hefði nú orðið að á skipi hans sjálfs. Hann hafði skilið það eftir akkeri suður á Flóa. 20 mínútur liðu og kvíða setti að lækninum þar sem Snarfari hinn hráðflegi kom ekki aftur. Hvað gat dvalið hann? En von bráðar heyrðist þytur í lofti og hinn flugfrægi svöluforingi hnitaði 2 fallega hringi leið og renndi sér niður á borðstokkinn, en þaðan hoppaði hann á hné læknisins. "Jæja, hvers varstu vísari? Hvers konar skip þetta?" "Þetta mjög stórt skip," sagði Snarfari. "Siglir þess eru reginháar og ég viss að það mjög hraðskeytt. En það siglir þó mjög hægt núna, líklega af ótta við sker og sanddrif. Það líka mjög fallegt og skrautbúið á hliðum þess stóra byssur, fallbyssur. Eru þær víst kallaðar. Skipsmenn eru allir í vönduðum fötum, bláum að lit, og þau líkjast alls ekki venjulegum sjómannafötum. Á bóg skipsins voru máluð einhvers orð, vafalaust nafn skipsins, en ég gat ekki lesið þau. En ég man hvernig þessir stafir voru í laginu. Komdu með hönd þína og ég skal sýna þér það." Síðan fór Snarfari að draga einhver tákn með klónum í lófa læknisins. Þegar hann hafði klórað þannig stund spratt læknirinn að fætur og munaði minnstu að einegginu hvolfdi. "HMS," hrópaði hann. "Það ensk skammstöfun og þýðir skipunar hátignar. Þetta bresk herskip. Það var einmitt það sem okkur vantaði núna til að kljást við þrælakaupmennina. Og hérna kemur kaflaskipti. Læknirinn fer borð í herskipið. Þetta alveg frekar góð bók, myndi ég segja. Ég fá mér hérna, Bang!
Voðalega gott. Nýr kafli. Læknirinn fer borð í herskipið. Læknirinn og Súsanna tóku nú til ára, stefndu á ljósið og reru sem þau máttu. Nóttin var köld og litla eineggjan var ýmist upp á öldubökkum eða niður í öldudölum, svo örðugt var að halda stefnunni. Þegar þau höfðu róið í klukkustund þóttist læknirinn sjá að skipið sigldi ekki í átt til þeirra, heldur héldi nú kyrru fyrir. Þau linntu ekki róðrinum og þegar þau komu loks á vettvang sá hann hvers kyns var. Herskipið hafði numið staðar hjá hans eigin skipi, þar sem það lá ljóslaust við akkeri. Til allra hamingja hafði herskipið siglt svo hægt að ekki hafi orðið árekstur. Kaðalstigi hékk á hlið herskipsins. Dagfinnur og Súsanna lögðu bát sínum að honum, bundu hann og klifu upp á skipið á fund skipstjórans. Gott kvöld, herra skipstjóri, sagði læknirinn hæversklega. Indælt veður í kvöld. Skipstjórinn stakk við fótum og sneri síðan á hæl með hnefann á loft. Ert þú ef til vill eigandi þessara Nóa-arkar sem þarna flýtur? Hann hvessti augun á Dagfinn og benti á skip hans. Já, svo á það nú að heita, sem stendur, sagði læknirinn. Hvers vegna spyr þú, herra minn? Viltu gera svo vel að segja mér hvað það á að þýða að skilja þennan dall eftir hér á miðjum flóa ljóslausan við akkeri? Rödd skipstjórans skalf af bræði. Hvers konar sjómennska er þetta? Hér sigli ég hraðskreiðasta herskipi hennar hátignar fram og aftur í leit að Jimma þrælbeini og rekst á áþrann kláf í myrkrinu. Ég mátti þó sannarlega ekki við neinum töfum. Til allra hamingju sigldi ég hægt og með gát þessa stunda. Annars hefði líklega orðið árekstur og bæði skipin sokkið. Ég kallaði yfir á skip þitt en enginn ansaði. Þess vegna skipaði ég mönnunum mínum að ráðast upp á skipið með mundaðar byssur, því að ég hélt að þetta væri þrælaskip. Nú ætlaði þrælbeini að reyna að leika á mig. Við leituðum allt skip en sáum engan mann. Loks réðumst við inn á káetuna og fundu þar svín sofandi í hægindastól. Ertu vanur að skilja við skip þitt úti á hafi í umsjá svíns sem sofnar á verðinum? Hvers vegna ertu ekki kyrr í skipinu þínu? Ég fór í smáferð á eineggju með frú einni, sagði læknirinn og leit brosandi til Súsönnu, sem farin var að gráta aftur. Í smáferð á eineggju með frú, hreytti skipstjórinn út úr sér. Já, leyfðu mér annars að kynna frúna fyrir þér, sagði læknirinn. Þetta er hún Súsanna. Hún, skipstjórinn tók þegar fram í og kallaði á sjóliða sem stóð skammt frá. Já, er það truflega? Já. Þú sendir svo að rífa þetta. Já, skal gera það. Bæta við okkur broskallum. Hjartabroskall. Já, Kissubroskall. bara allt sem er flott. Kissi.
Svo ætla ég að skrifa annað bréf og þú sendir það fyrir mig á eftir til Sati. Ekki málið. Ok, sko. Takk. Skipstjórinn tók þegar fram í og kallaði á sjóliða sem stóð skammt frá. Ég skal svei mér kenna þér að hætta þeim leik að leggja skipskláfum við akkeri ljósleysum út á rúmsjó. Heldurðu að siglingalögin séu aðeins skrýtlur til þess að hlæja? Liðsforingi, taktu þennan mann fastan og settu hann í varðhald. Já, herra skipstjóri, svaraði liðsforinginn. Áður en læknirinn vissi hvaðan á hann stóð veðrið, skullu handjárnin í lág sem úlnliði hans. En frúin var í miklum vanda stödd, sagði læknirinn. Ég flýtti mér svo mikið af stað með henni að ég gleymdi að kveikja sigluljósin á skipinu. Raunar var ekki orðið dimmt á nóttu þegar ég fór frá skipinu. Ég varðhald með hann, skipaði skipstjórinn. Farið með hann undir þyljur áður en ég geri út af við hann í bræði minni. Aumingjalæknir var nú dreginn að stiganum sem lá niður á neðri þyljur, en þar náði hann föstu taki á handriðið og hékk þar nógu lengi til þess að geta sagt við skipstjórann: Ég gæti sagt þér hvar Jimmy þrælbeinn heldur sig, ef ég kærði mig um. Hvað ertu að segja, maður? Komdu með hann hingað aftur, skipaði skipstjórinn. Hvað varstu að segja? Dagfinnur dró vasaklút sinn upp úr vasanum og snýtti sér með samfestum höndum. Ég sagði aðeins að ég gæti sagt þér hvar Jimmy þrælbeinn heldur sig, ef ég kærði mig um. Áttu við þrælakaupmanninn? Ríkisstjórnin sendi mig nú einmitt hingað til þess að hafa hendur í hári hans. Hvar er hann? Ég er ætið minnislítill þegar hendur mínar eru bundnar, sagði læknirinn rólega. Ef til vill yrði ég minnis betri ef losað væri handjárnin. Já, afsakið, sagði skipstjórinn, og nú var viðmót hans orðið allt annað. Liðsforingi, takið járnin af fanganum. Já, herra, sagði liðsforinginn og tók handjárnin af Dagfinni. Síðan bjóst hann til brottgöngu. Færðu okkur stól, kallaði skipstjórinn. Færðu okkur stól, kallaði skipstjórinn á eftir honum. Gestur okkar er ef til vill þreyttur. Þegar Dagfinnur hafði fengið sér sæti, sagði hann skipstjórann alla söguna af húsinu og vandræðum hennar. Allir liðsforingjar á skipinu söfnuðust þá og hlustuðu á. Nú er ég ekki í neinum vafa það lengur. Þrælakaupmaðurinn sem sigldi brott með eiginmannshúsinu og marga félaga hans hefði enginn annar verið en Jimmy þrælbeinn, sá hinn sami og þú leitar. Skipstjóri góður, lauk Dagfinnur sögu sinni. Áreiðanlega, sagði skipstjórinn. Áreiðanlega, sagði skipstjórinn. Ég veit að hann er á þessum slóðum, en hvar er hann? Hann virðist ekki vera auðfundinn. Hann hefur haldið norður í bóginn, sagði læknirinn, en skip þitt er hraðskreitt og ætti að ná honum. Ef hann er í felum í einhverju vík, hef ég hérna nokkra fugla sem fúslega munu leita hans með okkur þegar birtir að degi og segja okkur hver hann leynist. Skipstjórann leit undrandi á læknirinn og liðsforingjarnir gátu ekki leynt vantrúarbrosinu. Hvað varstu að segja? Fugla? Skipstjórinn hlykkti brúnum. Hefurðu tamdar dúfur og kanínufugla? Nei, ég á við svölurnar sem nú eru á leiðinni heim til Englands. Þær voru svo vinalegar að bjóða mér samfylgt heim. Þær eru góðvinir mínir. Nú ráku allir liðsforingjarnir upp skellihlátur. Þeir fóru ekki dult með það. Þeir töldu lækninn ekki með öllum mjalla. Skipstjórinn áleit líka að þessi skrýtni gestur væri að henda gaman að honum. Hann missti alla stjórn á sér og skipaði að varpa lækninum í myrkrastofu. Einn liðsforinginn gekk til skipstjórans og hvíslaði að honum: Eigum við ekki að leyfa honum að reyna, svona til gamans? Við erum á leið norður á bóginn hvort sem er. Ég minni líka að ég heyrði undarlegar sögur heim á Englandi af karlfauski sem lifði í kynlegum félagsskap við dýr og fugla. Ég gæti best trúað því að þetta væri hann. Dagfinnur var hann kallaður. Ég held að okkur stafi
engin hætta af því að leyfa honum að reyna þetta. Verið gæti að hann yrði okkur að einhverju liði. Afríkumenn virðast bera traust til hans, annars hefði konan ekki komið með honum. Þú veist vel hve svertingar óttast það mikið að fara á sjó með hvítum mönnum. Skipstjórinn hugsaði sig stundarkorn og hleypti brúnum ýmis upp eða niður, en síðan sneri hann sér aftur úr að lækninum. Þetta lætur nú eins og sturlun í mínum eyrum. Maður minn, sagði skipstjórinn, en gætir þú vísa mér að Jimma þrælbein? Þá mér sama, hvernig þú ferð að því, en ef þú ert aðeins að gera gys og flota hennar hátignar, þá myndu iðrast það sjálflega. Jæja, hypjaðu þig yfir í kláininn og kveiktu einhverja ljóstýru. Segðu grísniðinum að ég muni steikja hann ef hann láti hana slokna. Liðsforingjarnir skellihlófu þegar læknirinn kleif út yfir borðstokkinn og síðan upp á skipið sitt til þess að kveikja ljós. Morguninn eftir hann birtist aftur á herskipi hennar hátignar voru 1000 svölur í fylgd með honum og þá hlógu þeir ekki. Piltar drottningarinnar. Sólin var að koma upp yfir fjárlægri skógaströnd Afríku og morgunröðin var töfrafagur. Sólin var að koma upp yfir fjarlægri skógaströnd Afríku og morgunröðin var töfrafagur. Voðalega þetta geggjuð bók. Snarfari hafði gert leitaráætlun í samráði við lækninn nóttina og drjúgri stundu áður en herskipið létti akkerum og batt upp segl var hann floginn langveg norður á bóginn með liði sínu. Hann leitaði í hverri vík og umhverfis allra eyja þar sem þrælaskipið gæti legið í felum. Snarfari hafði lagt á ráðin eins konar fjarskiptasamband við lækninn meðan á leitinni stæði. En það var í því fólgið að svölurnar létu ákveðin karlmerki ganga á milli sín og mynduðu merkjakeðju alveg að skipinu til dagfinns. Með þessum hætti fékk hann nákvæmar fregnir á leitinni. Hádegisbilið barst skeyti til læknisins það að skipið Jimma þrælbeins hafði sést undir lágum og löngum höfða. Nú yrði að fara að öllu með gát, sagði í skeytinu, því að þrælaskipið væri ferðbúið með öll segl uppi. Það hafði numið þarna staðar til þess eins að afla sér vatns. Þegar læknirinn sagði skipstjóranum þetta, breytti hann þegar stefnunni síldina í landi til þess að herskipið væri sem lengst í hvarfið við langan höfða. Mönnum var sagt að hafa hljótt sig meðan herskipið væri að læðast fyrir höfðatána og koma þrælaskipinu í opna skjöldu. Skipstjórinn gerði ráð fyrir því að þrælaskaupmenn myndu grípa til vopna og reyna að verjast og því skipaði hann svo fyrir að fallbyssur yrðu hlaðnar. En í þann mund sem skipið var að sigla fyrir höfðann missti einn sjóliðinn skot úr fellbyssu fyrir klaufsku eina. Skotið bergmálaði hátt í hömrum höfðans og rauf þögnina eins og regin þruma. Lítilli stundu síðar barst skeyti frá Snarfara með svölunum hvað hann heldur en ekki hafa orðið írafár þrælaskipinu sem siglt hafi tafarlaust af stað með öllu seglu uppi og mundi þegar var komið í einar 10 mílur frá herskipinu. Nú hófst hinn harðasta kappsigling. Klukkan var 2 síðdegis en hún hófst svo að ekki voru fyrirgefið. Það var kaflskipting. Ég hélt áfram að lesa út að ég held að það væri eitthvað brjálað að vera að gerast. Þú veist eitthvað fallbyssuskot hleypt. Áður en við höldum áfram
Í næsta kaflan ætla ég að fá mér smá ost. Enginn kominn að njóta. Nei, hvað í gangi? Halló. Ég veit ekki ef ég búinn að vera að lesa bara ekkert allan tíman. Ef svo að þið ekki búin að heyra orð frá mér, þá það mjög leitt. Þegar ég búinn að vera að lesa þessa bók. Allan þennan tíma. Halló? Núna kemur kaflinn sjóorrusta. Nú hófst hinn harðasta kappsigling, klukkan var 2 síðdegis hún hófst, svo ekki voru margar klukkustundir til náttmyrkurs. Skipstjórinn á herskipinu hafði þung orð og mörg þann eindæma klaufaskap skiptinnar að missa skotið úr fallbyssunni. Hann listi því síðan yfir að næði henni ekki þrælaskipinu fyrir myrkur var langlíklegast að það hyrfi honum með öllu. Sem í þrælbeit var bæði slægur og harðsnúinn illvirki. Hann þekkti vesturströnd Afríku sem stundum var kallað þrælaströndin þessar mundir eins og fingurna á sér. Þegar myrkur skylli á, fyndi hann vafalaust einhverja vík til þess að leynast í til morguns, eða þá að hann héldi siglingunni áfram í myrkrinu og yrði kominn óravegu undan. Þegar dagur rynni og enginn vissi hvort hann hefði siglt vestur eða norður, skipstjóri skipaði því svo fyrir að siglt skyldi eins og skipið sigldi og auk þess beitt vélarafli. Þetta var á fyrstu árum gufuvéla í skipum, en þeim var aldrei beitt einum til þess að knýja skip áfram, heldur aðeins samhliða seglum. Herskip það sem skipstjórinn réð fyrir hét Fóla og var hann mjög hreykinn af því, en það var það nýlegt og vandað vel. Hún var mjög í mun að Fóla inn í það afrek að klófesta þetta alræmda þrælaskip og þrælakaupmanninn, sem lengi hefði leikið lausum hala og virt að vettugi bann við þrælaverslun. Hjálparvél Fjólu var því sett í gang og látin auka hraða skipsins eins og kostur var á. Þykkur og svartur reykur vall upp úr reykhafnum svo að dökkva slá á bláan heiminn og hinn hvítu segl óttuðust sóti. Vélamaðurinn vildi umfram allt leggja lið sitt til þess að þrælaskipið næðist og hann skaut því lokum fyrir gufu opkallana til þess að auka þrýstinginn og vélaraflið síðan gekk hann upp að þyljur. En ekki leið á löngu áður en einn hinna nýju gufukalla skipsins sprakk með ægilegum hvelli og gekk margt úr skorðum í vélarrúminu. En þótt gufuaflið minnkaði var skriður mikill á skipinu, því að Fjóla var hraðskreitt og vel seglum búin. Eltningarleikurinn hraðnaði sífellt, það var allt annað en auðvelt að ná þrælaskipinu,
því að það var drjúgan spöl á undan og hraðsiglt vel. Skipstjórinn á Fjólu æddi fram og aftur háþyljurnar og særði menn til að duga sem best. Hann var sannfærður að leikurinn væri tapaður ef þrælaskipið næðist ekki fyrir myrkur. Maðurinn sem misst hafi skotið úr fallbyssu sinni átti ekki 7 stundir sælar meðal félaganna. Allir löguðust á eitt að hallmæla honum fyrir klaufskuna og kenna honum undankomu þrælskipsins. Að vísu hafði herskipið dregið nokkuð á þrælaskipið, en þó var fjarlægðin enn of mikil til þess að unnt væri að beita fallbyssum. Þó fór svo í rökkur byrjun skipstjórinn hélt að allt væri tapað, hvort sem væri að hann skipaði skjóta þótt vonlaust mætti kalla á svo löngu færi. Þó fór svo í rökkur byrjun skipstjórinn hélt að allt væri tapað, hvort sem væri að hann skipaði að skjóta þótt vonlaust mætti kalla á svo löngu færi. Jafn skjótt og eldingarleikurinn hófst hafði Snarfari sest á herskipið og tekið sér hvíld eftir flugleitina. Hann var á tali við lækninn þegar skipstjórinn gaf skipun að beita fallbyssunum. Snarfari og Dagfinnur fóru því saman niður að Framtiljur til þess að horfa á skytturnar að verki. Þarna hallaðist hver skytta að byssu sinni og reyndi að miða við þrælaskipið. Maðurinn sem missti hafið skotið úr byssu sinni tvísteig þarna hálf kjökrandi, allt í einu gall við kall yfir skyttunar. Skjótið! Þegar á eftir ætluðu skotdrunurnar alveg að æra menn og skipið hnyktist til að undan átökum 8 stóru fjallbyssana. Kúlurnar þutu með háum hvínum yfir sjóinn, en enginn þeirra hitti þrælaskipið. Þær skullu í sjóinn með miklum gusugangi, hver af annarri, það of skuggsýnt, tautuðu skytturnar sér til afsökunar. Það ekki hægt að hitta skip í 2 mílna fjarlægð í þessu rökkri. Snarfari flaug upp á öxl Dagfinns og hvíslaði að honum. Bíddu þó að leyfa mér að reyna að skjóta einu sinni, ég sé betri í rökkri en þeir. En í sama bili barst ný skipun frá skipstjóranum, hætti að skjóta. Skytturnar gengu þá þegar frá byssunum jafn skjótt og þær fóru viknar frá. Flaug Snarfari upp á eina fallbyssuna, stóð þar gleiður og hvessti litlu svörtu augunum í átt til þrælskipsins. Síðan gaf hann Dagfinni merki vængjunum það hvernig hann ætti að snúa byssunni til miðunar og hve átt skyldi miða. Og þegar hann taldi rétt miðað, kallaði hann skjóttu og Dagfinnur hleypti af. Hvaða gauragangur þetta, æpti skipstjórinn ofan af háþyljónum. Var ég ekki að segja ykkur að hætta að skjóta? En liðsforinginn sem stóð við hlið hans kippti leið í ermi hans og benti út á sjóinn. Fallbyssuskot Snarfara hafði klippt miðsiglu þrælaskipsins sundur í miðju, svo að segl þess félli niður á þyljur. Haminginu sé lof, við höfum hitt skipið, hrópaði skipstjórinn glaður. Lítið á, Jimmy Þrælbent dregur upp neyðarflagg. Skipstjóranum hafði fyrst verið það efst í huga að hegna þeim sem hleypt hafi af skoti í óleyfi hans, en nú vildi hann fá að vita hversu listaskytta væri, sem hitt hafi þrælaskipið svona vel og stöðva það með einu skoti. Læknirinn ætlaði að ganga til hans og segja honum að þar hefði Snarfari verið að verki, en sölufóringinn hvíslaði honum, láttu það ógert. Hann mun hvort sem ekkert trúa því. Við skutum úr byssu mannsins sem mistökin gerði í morgun. Við skutum úr byssu mannsins sem mistökin gerði í morgun. Við skulum láta svo heita að hann hafi verið þarna að verki. Hann fær ef til vill heiðursmerki fyrir skotið og þá glaðnar yfir honum aftur. Og þar með mátti heita að sjóorustunni væri lokið. Þrælaskipið lá nú kyrrt og varð að bíða herskipsins, þar sem það var komið, og varð viðureignin við þrælakaupmenn auðveldur leikur. Jimmy Þrælbent og 11 félagar hans voru teknir til fanga og lokaðir inn í fangaklefum herskipsins. Dagfinnur dýralæknir fór síðan ásamt Súsönu og nokkrum sjóliðum yfir í þrælaskipið. Lestar skipsins voru þéttsetnar hlekkjuðum mönnum. Súsanna fann þær bónda sinn
og varð heldur en ekki fagnaðarfundur. Hinir svörtu menn voru þegar leystir úr hlekkjum og fluttir yfir í herskipið sem dró þrælaskipið áleiðis til lands. Var þetta enda á þrælaverslun Jimmy Þrælbeins. Og hérna er einu svona mynd fyrir ykkur. Soy face. Mikill fögnuður ríkti í herskipinu og tókust menn þar hlýlega í hendur og fluttu þakkarorð. Efnt var til veislu góðrar og sátu þar saman svartir og hvítir í aðalþiljum, en lækninum, Súsönu og manninum hennar voru boðið í yfirmannasal, þar sem skálað var í eðalvínum og mæltu þar báðir fyrir minnum að skipstjórinn og læknirinn. Þegar bylti af morgni næsta dag sneri herskipið við og hélt suður með Afríkustönd, aftur og skilaði svertingunum á land í heimahéruðum þeirra. Þetta var heldur seinlegt því að Jimmy Þrælbeinn hefði keypt þrælana víða og þeir voru af ýmsum ættflokkum. Liðið var fram yfir hádegi Dagfinnur dýralæknir steig aftur borð í skip sitt og bauð Súsönu og manninum hennar þangað með sér. Í siglu skipsins logaði siglingarljósið en þóttum hábjartan dag væri. Skipstjórinn á herskipinu kvaddi Dagfinn með virtum og kærleikum og þakkaði honum fyrir ómetanlega hjálp, en hann hefði veitt flótta hennar hátignar. Hann spurði hvar hann ætti heima á Englandi því hann kvaðst ætla að segja ríkisstjórninni frá aðstoð hans og ekkert væri líklega en drottningin vildi slá hann til riddara eða sæma hans heiðursmerki. En læknirinn kvaðst heldur kjósa teppund á launum. Hann kvaðst ekki hafa bragðað te í nokkra mánuði og teið sem þeir hefðu í liðsforingja matsalnum væri sérlega gott. Skipstjórinn gaf honum þá 5 pund af besta Kína te og þakkaði honum einu sinni í nafni ríkisstjórnar og drottningar. Síðan beindi herskipið Fjóla stefni í norður átt einu sinni enn og var förinni heitið til Englands. Blástakkarnir fylltu liði við borðstokkinn og hrópuðu ferfalt húrra fyrir Dagfinni og dýralækni. Dagfinnur fékk sér nú sæti af þiljunum eigin skips og Snati, Dugga, Kubbur, Táta og aðrir skipsfélagar hans söfnuðust hann og báðu hann að segja sér ævintýri það sem gerst hafi. Komið var undir kvöld hann hafði lokið þeirri frásögn. Læknirinn bauð þá Súsönu og manni hennar að drekka síðdegis te með sér. Áður en þau kveddu og héldu heim, þau þáðu það boð með þökkum. Læknirinn bjó teið til sjálfur og það varð ágætis drykkur. Meðan setið var að tedrykkju sögðu þau Súsanna og maður hennar sem hét Beggi lækninum ýmislegt af lífs fólksins í konungsríkinu Fantípu. Ég held að við ættum ekki að fara þangað aftur, sagði Beggi loks. Ég kæri mig ekki að vera lengur hermaður í Fantípu her og ég býst við að ekki líði að löngu þangað til næsti þrælakaupmaður kemur. Ef til vill selur kóngurinn mig í ánauð aftur, sendirðu frænda bréfið. Já, sagði Súsanna. Ég hrædd að hann hafi aldrei fengið það, því ekkert svar barst. Læknirinn spurði Súsannu hvernig hún hefði sent bréf. Hún sagði honum alla þá sögu. Þegar Jimmy Þrælbeinn bauð tvöfalt verð fyrir Begga mann hennar á þrælamarkaðinum og kóngur ákvað að selja hann, hafði hún sagt kóngi að hún skyldi útvega honum 12 uxa og 30 geitur að auðugum frænda sínum ef hann hætti við söluna. Fantípu kóngur hafði miklar mætur á uxum og geitum, en það voru kvíkfénaður gulls ígildi í landi hans. Hann hét Súsönu því að fresta sölunni í 2 daga ef hún gæti aflað sér 12 uxa og 30 geita á þeim tíma og þá skyldi maður hennar verða frjáls á ný, en annars yrði hann seldur á ánauð. Súsanna hraðaði því för sinni á fund opinbers bréfritara. Því að almenningur kann ekki að skrifa á þessum slóðum, hún lét hann skrifa frænda sínum bréf og bað hann að senda tafarlaust 12 uxa og 30 geitur til Fantípu kóngs, því að annars yrði eiginmaður hennar seldur í þrældóm. Þetta yrði að gerast áður en 2 sólarhringar væru liðnir, síðan fór hún með bréfið í pósthúsið í Fantípu og lét það í póstinn.
en 2 sólarhringar liðu án þess að nokkur svar bærist. Hvað þá að bólaði öxum eða geitum. Síðan var Beggi eiginmaðurinn hennar seldur þrælakaupmanninum. Konunglega póstþjónustan í Fantípuríki. Kaflaskiptið. Ég vil þess að fá mér ost. Næsti kafli. Konunglega póstþjónustan í Fantípuríki. Þessi póstþjónusta sem Súsanna hafði sagt lækninum frá var satt að segja harla kynleg. Það er fyrst að nefna að furðu hlaut að gegna að slíku starfsemi skyldi vera að finna í frumskógaríki á Afríkuströnd. En tildrög þess voru sem hér segir. Nokkrum árum áður en læknirinn fór í ferð þá sem hér er sagt frá, hafði töluvert verið það rætt í hinum svo nefnda menntaða heimi hvort ekki væri unnt að bæta póstsamgöngur milli landa og koma á fastri póstþjónustu. Maður að nafni Rowland Hill hafði þá stofnað svo nefndan skildingapóst og ákveðið hafði verið að skildingur skyldi vera fast ákveðin greiðsla fyrir hvert bréf sem látið væri í póst og sent milli breskra eyja. Fyrir óvenjulega þung bréf var það sjálfsögð að greiða meir, síðan voru gerð frímerki 1, 2 eða 3 skildinga. Að skráðu verðmæti hvert verðgildi hafði ákveðin lit og þau voru fagurlega prentuð, með myndum af drottningunni og á sumum þeirra hafði hún meira að segja kórunu á höfði, en á öðrum ekki. Frakkland, Bandaríkin og flest önnur ríki tóku nú upp sama hátt og prentuðu ein frímerki með skráðu verðgildi. Í eigin peningamynt og með myndum af sínum eigin konungum og drottningum eða forsetum á þeim. Nú bar svo við að skip kom sem oftar í höfn á vesturströnd Afríku og hafði meðferðis bréf til Kókos. Kókó-konungur hafði aldrei séð frímerki áður, hann sendi því eftir viðförlum kaupmanni sem bjó í borginni og spurði hann hvaða drottningarmynd þetta væri á bréfinu. Hvíti kaupmaðurinn sagði honum þá og reyndi að gera honum ljóst hvernig ríkispóstþjónusta væri. Hann sagði að á Englandi þyrfti maður ekki annað en að líma frímerki með mynda drottningarinnar á bréf og stinga þeim í póstkassa á næstu götuhorni ef maður vildi skrifa kunningja sínum. Þetta er mikið snjallræði, sagði konungurinn. Alveg ný töfrabrögð. Nú skal ég stofna mín eigin konunglegu póstþjónustu og mynd af hinu fagra andliti mínu skal vera á frímerkinum. Slík bréf skulu berast með enn meiri töfrahraða en í póstþjónustu annarra konunga. Kókó Fantípukonungur var framkvæmdamaður og lét ekki sitja við orðin tóm. Hann lét gera hinn snotrustu frímerki með mynd af sjálfum sér. Á sumum hafði hann kórunu á höfði og öðrum ekki, alveg eins og drottningin. Á sumum myndunum var hann brosandi en brúnaþungur, á sumum myndunum var hann brosandi en brúnaþungur á öðrum. Á sumum ríðandi en á öðrum á reiðhjóli. En á frímerkinu sem hann taldi fegurst var mynd af honum að leika golf. En dáíþrótt hafði hann lært af Skotum, sem komu til þess að grafa eftir gulli í landi hans.
Kóngurinn lét einnig gera póstkassa og festa upp á götuhornum eins og í Englandi. Síðan lét hann flytja fólkinu þann boðskap að vandinn væri ekki annar en sá að líma frímerki á bréfin og láta þau í póstkassann. Þá myndu þau berast hvert á land sem það óskaði. En þessi póstþjónusta tókst ekki eins vel og konungur hélt. Bréfin komust ekki til viðtakanda með þessum hætti og fólk sem hafði keypt frímerkin dýrum dómum taldi sig svikið því að töfrarnir höfðu brugðist. En dag nokkurn bar svo við að kýr neri höfði sínu heldur harkalega við einn póstkassan svo hann hrökk opinn og þá flæddi út úrmöll bréfa. Konungurinn var reiður mjög og lét kalla hvíta kaupmanninn fyrir sig. Þú hefðir haft hátign sjálfan mig að ginningarfífli. Þessi frímerki sem þú sagði mér frá hafa alls engan töframátt því að bréfin liggja óhreyfð í póstkassanum. Hefurðu nokkurn afsakanir fram að færa? Þá sagði kaupmaðurinn honum að ekki væri nóg að láta bréfin í póstkassan því að þau kæmust ekki þaðan til viðtakanda með töfrum. Til þess þyrfti póstburðarmenn sem tækju bréfin úr kassanum og kæmu þeim til viðtakanda. Síðan reyndi hann að gera konunginum grein fyrir því hvernig póstþjónustan væri í öðrum löndum. Konungurinn var framfara maður og ákvað þegar að póstþjónusta skyldi koma á í ríki hans. Hann gerði sendimenn til Englands til að kaupa þar einkennisbúninga póstmanna og þegar þessi fatnaður barst réði hann marga póstmenn og klæddi þá í skrúðan. En svörtu mönnunum fannst þessi klæðnar sérlega óþægilegur í hitanum og þeir kunnu mikið betur við venjulegan klæðnað fantipi búa sem ekki var annað en mitti skýla. Þeir fóru því úr einkennisbúningunum og héldu aðeins húfunni. Þess vegna má sjá póstmenn í fantipi með mitti skýlu eina klæða, en póstmannahúfu á höfði og póstbók á öxl. Þegar Kókó konungur hafði komið sér upp fjölmennum póstmannaliði hófst póstþjónustan. Póstmenn tóku bréfin úr póstkassunum og sendu þau út land og til útlanda með skipum sem komu til í höfnum landsins. Bréf sem hérna er líka ein mynd af honum fagra konung, póstmerki. Bréf sem bárust voru einnig borin til viðtakanda í pósthúsinu var mest ríki í öllu ríkinu. Eins og þið vitið hafa þjóðflokkar í Vestur-Afríku mörg undarlega siði í klæðaburði. Þeir kunna vel að meta litfögur klæði og einhverjum hugkvæmum náunga datt það snjallræði í hug að nota gömul frímerki í skrautklæði. Já, ég skal bara gera það núna, þetta er alltaf leið. Ok. Tíminn til að fá sér fucking ost. Cheese. Sker maður ostinn svona vel. Leggur ostinn á keksi. Setur smá sult á toppinn.
Eins og þið vitið hafa þjóðflokkar í Vestur-Afríku marga undarlega siði í klæðaburði. Þeir kunna vel að meta litfögur klæði og einhverjum í hugkvæmum náunga datt snjallræði í hug að nota gömul frímerki í skrautklæði. Þetta þótti sérlega smekklegt þar í landi og föt gerð úr gömlum frímerkjum urðu mjög dýr og eftirsóttar gersemar meðal heimafólks. Á eftir fylgdi síðan sú skrýtna tómstundaiðja eða geggjun að safna gömlum frímerkjum. Á Englandi og í Ameríku fór fólk að kaupa gömul frímerki og festa þau í frímerkjabækur. Fágæt frímerki komust í mjög hátt verð. Þá bar svo við að 2 menn sem höfðu þá iðju að safna frímerkjum komu á skipi til Fantípu. Frímerki sem þeim lék mestur hugur á að eignast var fágætt rautt Fantípu frímerki, hálfur 3. skildingar að verðgildi, en það frímerki hefði Kókó konungur látið hætta að endurprenta, því að honum þótti myndina því ekki nógu góð, og þess vegna hafði frímerkið orðið fágætt. Jafn skjótt og þessir 2 menn stígu á land í Fantípu komu burðarmenn á vettvang til þess að bera farangur þeirra. Og þá sá annar maðurinn rauða frímerkið sjaldgæfa blasa við á miðju brjósti eins viðburðarmannsins. Hann falaði það þegar til kaups og þá kom hinn frímerkjasafnarinn þegar til sögu og bauð betur. Og þannig héldu þeir áfram að bjóða hvor í kapp við annan. Unsverðið var orðið mjög hátt. Kókó konungur frétti þetta undarlega frímerkjakaup boð og lét kalla mennina fyrir sig. Hann spurði hvernig á því stæði að menn byðu svo hátt verð fyrir gamalt og nota frímerki. Hvítu mennirnir sögðu honum þá frá þessu nýja tómstundargammi fólks í öðrum löndum að safna fágætum gömlum frímerkjum. Að þessu dró Kókó konungur þá ályktun að fólk í hinum svokallaða menntaða heimi hlyti að vera geggjað. Hann myndi geta grætt af þessum geggjun þess með því að selja erlendum frímerkjasöfnuðurum gömul Fantípu frímerki. Líklegt var að það yrði enn gróðavænlegra en selja frímerki í pósthúsinu. Þess vegna gerði hann sér að venju í hvert sinn sem erlend skip kom í höfn að senda póstmeistara sinn sem gekk í sérlegu skrautlegri mittisskýlu og bar tignarlegustu pósthúfuna í ríkinu borð með safn frímerkja til þess að selja. Þetta urðu mikil viðskipti og konungur varð að auka mjög frímerkjaprentunina til þess að hafa ætíð næg frímerki á boðstólunum. En eftir því að sama sala á Fantípu frímerkjum var meiri lækkuðu þau í verði, svo hagnaðurinn af viðskiptavinunum fór sífellt minnkandi og jafnframt þessu frá póstþjónustunni í Fantípu einnig hrakandi. Dagfinnur dýralæknir minntist þess nú að í einni ferð sinni þessar slóðir fyrr á árum hafði hann keypt 3 græn Fantípu frímerki, enda var hann áhugasamur frímerkjasafnari þær mundir. Hann minntist nú þeirrar kaupar Súsanna sagði honum frá bréfinu, sem ekki hafði fengist neitt svar við. Bréfinu sem átti að bjarga eiginmanninum hennar frá þrældómi. Súsanna og Beggi byggust nú til heimferðar því að farið var að skyggja. Læknirinn gekk með þeim út frá borðstokknum og sá þá bát nálgast. Þegar hann gáði betur að sá hann að Kókó konungur var kominn þarna sjálfur við annan mann í því skyni að selja frímerki. Læknirinn greip nú tækifærið og sagði honum umbúðalaust hvert álit hann hafði á hinu hraklegu póstþjónustunni hans og nefndi bréf Súsannu sem dæmi. Síðan bauð hann kóngi upp á skip að þiggja tebolla. Konungur hlýddi með athygli og kærumálin á hendur póstþjónustunni og loks kom þar að hann bauð lækninum að koma í land með Súsannu og Begga og réð hann til starfs að hressa við póstþjónustunni í Fantípu og koma henni í sæmilegt horf. Eftir heimferðinni frestað, nýr kafli. Eftir nokkra íhugun féllst Dagfinnur dýralæknir á þessa tillögu, enda mun hann hafa talið líklegt að hann gæti gert gagn með þessu. Þó mun hann síst hafa grunað hvílíkt erfiði og ævintýri biðu hans. Hann hélt til lands í fylgd þeirra Kókós konung, Súsannu og Begga, manns hennar. Fantípu borg var harla ólík flestum þeim þorpum sem hann hafði áður kynnst í Afríku. Hún var miklu stærri, það var lítskruðugt og glaðvært líf og fólkið var broshýrt og vinsamlegt eins og konungur þess. Læknirinn var kynntur öllu helstu embættismönnum ríkisins
og loks var honum byggt í pósthúsi. Og loks var honum fyllt í pósthúsið. Þar var allt í geysilegri óreiðu, bréfin lágu sem skæðadrífa öll gólf og borð og jafnvel á gangstéttum utan við pósthúsið. Læknirinn sagði konunginum að þetta nægi engri átt, því að skylt væri að annað þau bréf sem frímerkt hefði verið með hirðusemi og alúð. Hann sagði að sig undraði ekki þótt frændishúsinu hefði ekki fengið bréf hennar, ef öll póstþjónustan væri með þessum brag. Konungurinn bað hann því ákafar að taka nú að sér stjórn póstþjónustunnar skeið og koma henni í betra horf. Læknirinn hét honum því að hugleiða málið og reyna að verða að einhver liði. Síðan fór hann úr jakkanum og tók til starfa. En þegar hann hafði hamast nokkra klukkustundir við að lesa sundur bréfið og koma á einhverju skipulagi, sá hann að hér var meira verk fyrir höndum en leyst yrði það af hendi á 1 eða 2 dögum. Til þess að koma einhverju lagi á þetta yrði hann að dveljast hér nokkra vikur að minnstakosti. Þetta sagði hann konunginum. Konungur lét þá draga skipslæknisins inn í höfnina og leggja því þar á góðum stað og dyrunum var boðið að ganga á land. Lækninum og fylgdarliði hans var síðan fengið nýtt og vistlegt hús við aðalgötu borgarinnar til íbúðar, meðan hann væri að koma að lagi á póstþjónustuna í Fantípu. Jæja, förum nú fljótt yfir sögu. Eftir 10 daga hafði Dagfinnur komið sæmilegu lagi á innanlandspóstinn og póstsendinguna. Gengu greiðlega milli þorpa og héraða innan bæjar og borga. Hins vegar virtist ekki auðvelt að koma á sæmilegri póstþjónustu við útlönd vegna þess að skip komu sjaldan og höfðu enga fasta ferðaáætlun. Þótt Kókó-konungur væri mjög hreykinn af landi sínu, hefðu aðrar þjóðir ekki jafn mikið álit á því, og þær töldu nægilegt að skip kæmi þangað 2 eða 3 á ári. Morgun einn læknirinn lá í rúmi sínu og var að hugsa það hvernig hann ætti að koma póstþjónustun milli Fantípu og útlanda í betra horf, sagði Dugga önd honum að komin væri svala sem vildi finna hann að máli. Hún sagði lækninum þetta leið og hún færði honum morgunverðin. Hún kvað fugl þennan kom með einhvern skilaboð frá Snarfara, svöluforingja. Dagfinnur bað Duggu að bjóða svölunni þegar inn, og hún kom fljúgandi inn dyrnar og settist á fótgafl rúmsins. Góðan daginn, sagði læknirinn og braut leið skurð nexins. Hvað er þér á höndum? Snarfari sendi mig á þinn pund, læknir, og bað mig að spyrja þig, hve lengi þú ætlar að dveljast í þessu landi. Hann bað mig að geta þess að hann ætlaði ekki að segja þér fyrir verkum, og það gerir enginn af okkur sölum, en hann vill aðeins vekja athygli þína á því að þú hefur verið lengur í þessari ferð en við byggumst við í öndveru. Fyrst var nú töfin vegna leitarinnar á Jim og þrælbeini og nú er ekki annað sjáanlegt en að þú tefjist við þessa póstþjónustu nokkra vikur enn. Satt að segja höfðum við ætlað okkur að vera komnar til Englands fyrir nokkrum dögum til þess að færa hreiðrin okkar og búa þau undir varpið. Við eigum mjög bágt með að fresta varptímanum lengi, eins og þú getur ef til vill skilið, en við erum samt ekki að segja þér fyrir verkum. Þú skilur það vonandi, en þessar tafir koma okkur eigi að síður heldur illa. Já, ég skil það vel, sagði læknirinn og stráði saltið í egg sitt með beinspæni. Mér þykir þetta mjög leitt, en hvers vegna kemur Snarfari ekki sjálfur að tala við mig? Ég held að hann hafi kynokað sér við því, sagði svalan. Hann hefur ef til vill haldið að þú myndir þykjast við. Nei, það var engin hætta á því, sagði læknirinn. Þið svölur hafið veitt mér ómetanlega hjálp, segðu Snarfara að ég skuli spjalla við hann þegar ég er komin í buxurnar og þá getum við rætt málið til hlítar. Eitthvað verður til bragðs að taka og ég er viss að við finnum einhver ráð. Ágætt, læknir, sagði svalan og bjóst til brottferðar. Ég skal bera Snarfara kveðið þínu og skila skilboðinu. Bíddu annars hæg, svala góð, sagði læknirinn. Mér finnst endilega að ég hafi séð þig einhver tíman áður. Þú hefur þó líklega aldrei gert þér hreiður í húsgarðinum mínum heima í Pollabæ. Nei, sagði svalan, en ég færði þér hins vegar búinn frá öpunum þegar farsóttin geisaði hjá þeim, og þeir
báðu þig að koma til Apalands. Já, alveg rétt. Ég hefði nú átt að þekkja því aftur, sagði læknirinn glaður. Ég kannaðist svo sem við þig en gat ekki komið því fyrir mig. Ég gleymi satt að segja aldrei alveg andlitum sem ég sé einu sinni. Það hefur ekki verið neitt leikur fyrir þig að fara til Englands hávetur. Þú sýndir mikið hugrekki þegar þú réðst í þá för. Já, það var erfið ferð, satt er það, sagði Svalan. Nærri lá að mig kæli til bana þegar ég flaug á móti helköldum storminum. En einhver varð að gera þetta. Apaþjóðin hafði líklega dáið út ef ég hefði ekki náð fundinum þínum nógu snemma. En hvernig stóð á því að þú varst valinn til þessara sendiferðar? Það var ofureðlilegt, sagði Svalan. Snarfari ætlaði að fara sjálfur því hann brestur ekki hugrekki til stóðræðra og er flughraður eins og elding, en aðrar svörur vildu ekki leyfa honum að fara. Þær sögðu að þetta væri of mikill hættuför. Hann væri svo mikilvægur sem foringi að lífið hans mætti ekki hætta. Við vitum að ef við fáum aldrei annan eins foringi á hann er ekki aðeins gæddur einstakri flugfimi og hugrekki, heldur er hann einnig vitrasti foringi sem við höfum átt. Hann leysir jafnan úr öllum vanda sem svölurnar komast í. Já, einmitt það, sagði læknirinn og sópaði hugsun á brauðmolunum af sænginni. En hvers vegna varst þú valinn til ferðarinnar? Ég var ekki beinlínis valinn, sagði Svalan. Nær allar svölurnar buðust til fara svo að Snarfari þyrfti ekki að hætta lífið sínu, en Snarfari sagðist að best væri að láta okkur draga þetta. Við söfnuðumst mörgum, litum laufblöðum og slitum af þeim stilkin, síðan létum við þau í tóma kókosnót. Loks létum við eitt blað með stilkinum í syrpuna og hristum nótin vel. Síðan gengu svölurnar fram og hver af annari og drógu sér laufblað blindandi úr nótinni. Sú svala sem drægi blaðið með stilkinum átti að fara í sendiferðina til Englands. Og ég dró þetta blað. Áður en ég lagði á stað kyssti ég konu mína innilega því ég bjógst varla við því að sjá hana aftur. Mér þótti samt vænt að þessi heiður skyldi falla mér í skaut. Hvers vegna? Læknirinn ýtti morgunverðsbakkanum til hliðar og lagfærði svefla og sængum leið og hann bar fram spurninguna. Já, líttu á, sagði Svalan og lyfti hægri fæti. Fagurrautt silkiband var nýtt fótlegg hennar. Ég fekk þetta af launum. Hvað er þetta? Ef til vill sárabindi, sagði læknirinn. Nei, það á að sýna heiminum hvílík hugrekki ég er gæddur, sagði Svalan hógvær. Já, einmitt það. Þetta er þá eins konar sokkabandsorða, sagði læknirinn. Já, svo má segja. Ég heiti annars Gáski og það var ég kallaður áður fyrr. Nú kalla allir mig Gáska sendiherra, sagði litli fuglinn og horfði niður á fætur sína. Já, óska þér til hamingju með framan, Gáski sendiherra, sagði læknirinn. En nú verð ég að flýta mér á fætur, því að annríkið er mikið. Gleymdu nú ekki að skila því til Snarfara að ég muni hitta hann úti á skipi klukkan 10 og viltu biðja hann Duggu önd að sækja matarílátin hingað. Þakka þér fyrir komuna, þú hefði skotið snjallri hugmynd að mér. Þegar Dugga og Snati komu inn að sækja matarílátin voru Dagfinnur að raka sig. Hann einblíndi í spegilinn, hélt nef sér og tautaði. Þetta er snjallræði, hreinasta snjallræði. Og nú verður enginn búsabragur á póstþjónustunni í Fatímu. Að mér skyldi nú ekki þetta í hug fyrr. Þetta verður mest hraðpóstur sem umgetur í öllum heiminum. Svölupósturinn. Og núna er kaflaskipti. Mannlausa land. Þegar Dagfinnur hafði rakað sig og klæðist, gekk hann niður að höfn og út í skip sitt til fundar við Snarfara. Mig tekur þetta mjög sárt, Snarfari, sagði hann. Ég hef víst komið ykkur svölunum í mikinn vanda með þessari töf minni hér. En ég taldi það skyldu mína að reyna að hressa við póstþjónustunni hérna.
Ég veit það, sagði Snarfari, og ef þess hefði verið nokkur kostur, hefðum við látið okkur lynda að gera hreiður og verpa því þau hér, að þessu sinni þér til hægðar, og hætt við Englandsferðina. Það hefði ekki skipt neinum megin málum, þótt við hefðum orðið af einu sumri á norðurslóðum, en meinið er að svölurnar kunna ekki að gera sér hreiður í trjám. Við viljum gera hreiður undir þakskeggjum á húsa og í sérstökum hreiðurshúsum sem gerð eru í hlöðuveggjum. Gæti þið ekki notast við húsin hér í Fantíbu á þessu sinni? Nei, það er engin hægðarleikur, sagði Snarfari. Þeir eru svo lág og hljóðbær, börnin eru að leik inn í þeim og umhverfist þau allan daginn. Og hávaðinn í þeim ætlar að æra mann. Egg okkar og ungar væru í hers höndum. Þetta eru líka flest strákofar með lágum veggjum. Við viljum gera hreiður undir þakskeggi hárra og traustra húsa eins og Englandi. Þar eru þessar ágætis hlöður og fólk gengur þær með stillingu en ekki áreisti. Og það fer í fjósið á ákveðnum tímum dags. Langar stundir verðum við alls ekki fyrir neinum ónæði af fólkinu. Okkur gest vel við fólkið. En unga móðir verður að hafa næði til þess að ala upp börn sín. Já, satt segiru, sagði læknirinn. Mér sjálfum gest vel að kátinunni hérna í Fantíbu, en ég skil svo sem ykkar sjónarmið. En hvað segið þið gamla skipið mitt sem hreiðurstað? Hér rósamt, það alveg mannlaust núna, og hér alls konar skot og skemar, og syllur og krikar þar sem gott að gera hreiður. Hvernig líst ykkur á þessu tillögu? Prýðilega, sagði Snarfari. Ef þú þarft ekki að nota skipi næstu vikurnar ættu okkur að búnast vel hérna. En ef þú siglir á brott þegar ungarnir eru komnir úr eggjunum en halda sig í hreiðrunum, hætt við að þeir verði sjóveikir. Þann grikk geri ég ykkur ekki, sagði læknirinn. Ég held ekki heim og leið næstu vikurnar. Þið megið fá skipi til eigin afnota þangað til ungarnir eru fleir. Hér mun enginn ónáða ykkur. Jæja þá, sagði Snarfari. Ég ætla nú að segja sölunum frá þessum tilboði þínu, og að sjálfsögðu skulum við fylgja þér til Englands þegar þú ert ferðbúinn. Enda þurfum við að sýna ungunum landið og þeir hafa gott af flugæfingunni. Við verðum að sýna þeim hvaða leið þeir eiga að fljúga þangað næsta vor. Ágætt, sagði læknirinn. Þá er þessu ráðið til lykta og nú verð ég að flýta mér í pósthúsið. Látið mig síðan vita þegar ungarnir eru orðnir fleir, síðan þarf ég að segja ykkur frá því sem mér datt í hug. Og nú var skipið hans Dagfinns dýralæknis þéttskipuð sölubyggð. Það lá af einhvernum stað í höfn, en það var það friðsælt. Sölur tóku að gera hreiður sín þar hundruðum og þúsundum saman. Þar fundust sér hreiðurstæði allstaðar. Í loftpípunum og gluggakeistum, í lestum og káetum, og allir reiðin var þakin svöluhreiðurum. Enginn ónáðaði sölurnar þarna, þær lýstu því yfir síðar og þetta var besti hreiðurstaður sem þær hefðu nokkur sínu haft. En bændirnir á Englandi sögðu að næsti vetur myndi vera harður, því að sölurnar hefðu verpt og ungað út erlendis, áður en þær komu til Englands. Dvöldust á aðeins nokkra vikur undir haust á norðurslóðum, og þegar ungarnir flugu úr hreiðrunum á skipi Dagfinns voru svölurnar að sjálfsögðu orðnar að minnstakosti helmingi fleiri en áður, og fugladritið var svo mikið að ógerlegt var að stíga fætur á þylir þess. En foreldrar unganna settu þá til vinnu jafn skjótt og þeir voru færi til, og þá hófst hreingerningin. Gömlu hreiðurinn og allt fugladritið var tekið og því fleygt í höfnina. Þeirri hreinsun lokinni var hið gamla skip læknisins snyrtilegra en nokkru sinni fyrr. Dag nokkurn Dagfinnur kom í pósthúsið að venju klukkan 9 morgni, hitti hann Snata á gangstéttinni utan dyra. Hann sat þar og nagaði bein. Lækninum kom beinin kynlega fyrir sjónir, svo hann hugði nánar að því, enda var hann náttúrufræðingur og beinasérfræðingur. Hann bað Snata að leyfa sér að skoða beinið. Þetta er undarlegt,
sagði læknirinn, hann hafði grandskoðað beinið. Ég hélt að þessi dýr væru löngu úr dauð í Afríku sem annars staðar. Hvar fannstu þetta bein, Snati? Ég fann það á mannlausa landi, sagði Snati. Það er urmull beina. Og hvar er þetta mannlausa land? Mannlausa land er kringlótta eyjan hérna utan við höfnina, sagði Snati. Já, einmitt það. Ég veit hvaða eyju þú átt við. Hún er aðeins gamman spöl undan landi en ég hef ekki heyrt þetta nafn á henni fyrr. Ef þú vilt nú vera svo góður að lána mér þetta bein stundarkorn, Snati minn, ætla ég að ganga fyrir konungi og ræða við hann þetta. Snati lét honum beinið eftir og hann gekk á fund Kókós konungs. Snati spurði hvort hann mætti koma með og fékk góðfúslega leyfi til þess. Þeir fundu konunginn sitjandi úti fyrir dyrum halla sinnar sjúgandi sleikipinna, því hann var mjög sólginn í sætindi eins og aðrir fantipi menn. Góðan daginn, Hátign, sagði læknirinn. Ekki vænti ég að þú sért fróður að vita úr hvaða dýri þetta bein er. Konungur skoðaði beinið en hristi síðan höfuðið. Hann var víst ekki sérlega beinfróður. Þetta er ef til vill kýrbein, sagði hann. Nei, áreiðanlega ekki, sagði læknirinn. Engin kýr hefur slíkt bein. Þetta er kjálki en alls ekki kýrkjálki. Hlustaðu nú á, Hátign. Þú vildir líklega ekki vera svo vætn að lána mér bát og nokkra ræðara. Ég þarf að skreppa út í mannlausa land. Lækninum til mikillar undrunar brá konungi svo mjög við þessa beiðni að hann missti sleikipinnunum út úr sér og lá nærri að hann félli aftur yfir sig af stólnum. Síðan reis hann á fætur, hljóp inn í höllina og skellti eftir sér hurðinni. Þetta er undarlegt, sagði Dagfinnur ráðvilltur. Hvers vegna var manninum svona mikið um þetta? Ó, það er einhverjar hégiljur. Það eru einhverjar hégiljur, sagði Snati. Þeir eru hjátrúarfullir þessir fantipi menn. Við skulum ganga niður að höfn, læknir, og vita hvort við finnum ekki bát þar. Þeir gengu niður að höfninni, hittu nokkra einæggi menn og báðu þá að flytja sig út í eyjuna. En allir sem spurðir voru urðu felmdri slegnri og neituðu með öllu að verða við bón læknisins. Þeir vildu ekki einu sinni lána honum báta sína mannlausa til slíkra ferðar. Þeir hristu aðeins höfuðið og sögðu ekki orð. Loks fundu þeir mjög gamlan einæggi mann sem var svo málgefinn að hann sagði lækninum hvernig á þessum ótta við mannlausar land stæði, þótt hann væri að hníga niður á hræðslu. Við nefnum ekki einu sinni nafn þessara eyju, nema líf liggi við, því að hún er bústaður illra afla, sagði hann. Gamli maðurinn hvíslaði þessum orðum svo lágt að læknirinn heyrði varla til hans. Hún er kölluð mannlausa land af því að það býr enginn lifandi maður og enginn leggur þangað leið sína ótilneyddur. Hvers vegna? Þetta er undarlegt, sagði læknirinn. Af því að drekarnir eru þar, hvíslaði gamli einæggi maðurinn og horfði stórum skelfingaraugum á lækninn. Þetta eru risastórir og hyrndir drekar sem spúa eldi og éta menn. Ef þér er annt um líf þitt skaltu ekki leggja leið þín þangað, læknir. En hvernig veistu þetta? Ef enginn lifandi maður hefur komið þangað, geta menn ekki vitað hvort þetta sé satt eða ekki, sagði Dagfinnur. Fyrir 1000 árum, segir Kökubokki konungur, ríkti hér. Fyrir 1000 árum, þegar Kökubokki konungur ríkti hér, fór hann með tengdamóður sína út í þessa ey og skildi hana þar eftir, af því að hún var svo málgefin að hann þoldi ekki að hafa hana í höllinni hjá sér. Hann mælti þó svo fyrir að henni skildi færður matur einu sinni í viku, en þegar menn færðu henni mat í fyrsta sinn, fundu þeir hana hvergi. Þegar þeir voru að leita hennar meina, birtist allt í einu gríðastór dreki og réðst á þá. Þeim tókst þó að komast undan og í báta sína og reru lífróður í land og sögðu Kökubokka konungi sínar, farir ekki sléttar.
Leitað var álits frægs galdramanns þetta og hann kvað þetta hafa verið tengdamóðir konungs og hafði hún brugðið sér í drekalíki með göldrum. Síðan þetta var hefur hún eignast mörg börn og nú eigan krök af dregum sem éta helst ekkert annað en menn. Þegar bátar nálgast koma drekarnir niður í fjöru og spúa eldi út í sjóinn. Þess vegna hefur enginn maður stigið fæti sínu á eina í mörg 100 ár og þess vegna hún kölluð á þessu nafni. Þegar gamli maðurinn hafði lokið þessari sögu sneri hann sér að bátnum sínum aftur eins og hann óttaðist og læknirinn bæði hann að fleyti sig út í eina. Heyrðu Snati, þú sagðist hafa fundið þetta bein út á mannlausa landi, sagði læknirinn. Sástu nokkra dreka þar? Nei, sagði Snati. Ég synti út á eina til þess að kæla mig í svölum sjónum af því að hitinn var svo mikill í gær. En ég fór ekki langt inn á eina, ég fann nógu mörg bein í fjörunni. Mér virtist góð lykt af þessu beini og því tók ég það með mér. Þetta er mjög merkileg uppgötvun, tautaði læknirinn. Og síðan eina er líka harla undarlegt. Nú verð ég ekki í rónni fyrr en ég hef kannað eina. Ég hef aðeins einu sinni áður séð sams konar bein og þetta var það í náttúrusögusafni. Viltu gefa mér þetta bein, Snati? Ég ætla að setja það í náttúrugripasafnið mitt heima í Pollabæ. Það er sjálfsagt, sagði Snati. Annars ætti okkur nú ekki að vera að skota skuld úr því að komast út í eina. Þótt við fáum engan bátinn, sundið milli lands og eyjar er varla meira en hálfönnur míla á breidd. Og við erum báðir sæmilega syndir. Já, það er alveg satt. Okkur ætti ekki að vera það of raun að synda þennan spöl, sagði Dagfinnur. Þeir gengu síðan spölkorn eftir ströndinni, finnst þeirra komið þar sem þeim syndist sundið mjóst. Þar kastaði Dagfinnur klæðum, batt þau í böggul og festi á höfuð sér ásamt hattinum sem hann setti ofan á allt saman. Síðan óðu þeir út í brimgarðinn og lögðust til sunds, en sundið sóttist þeim seint því að þungur straumur var á sundinu og þegar þeir höfðu synt í stundarfjórðung sáu þeir að þá bar óðfluga út úr sundinu framhjá einni. Þeir reyndu að synda gegn strauminum og nálgast eina en það reyndist árangurlaust. Láttu þið reka fyrir straumnum, sagði Snati. Vertu ekki að eyða kröftunum í það að streita gegn honum. Þótt okkur beri framhjá einni, getum við synt til lands þar sem straumurinn er ekki eins sterkur. En læknirinn svaraði þessu engu og Snati sá það á svip hans að kraftar hans voru nú mjög á þrotum. Snati tók þá að gelta ákaft í von að Dugga heyrði til hans og flýi þeim til hjálpar. En þeir voru nú komnir svo langt frá landi að gelt hans heyrði ekki til lands. Snúðu aftur til lands, Snati, sagði læknirinn með andköfum því að hann sótti nú mjög mæði. Hugsaðu ekki mig, bjargaðu sjálfum þér. Snati var ekki sá hundur að hann skildi við vin sinn í nauðum og léti hann drukkna. Þótt hann sæi ekki strax nein bjargráð. En Snati var ekki sá hundur að hann skildi við vin sinn í nauðum og léti hann drukkna. Þótt hann sæi ekki strax nein bjargráð. Læknirinn tók nú að súpa sjó og höfuð hans fór æ oftar í kaf og Snati var orðinn mjög hræddur. En í þann mund sem læknirinn var að gefast upp á sökkva gerðist undarlegur atburður. Snati fann að eitthvert ferlíki kom upp á sjónum, beint undir honum og lækninum og lyfti þeim báðum rétt eins og þeir stæðu á þilfari kafbáts sem væri að koma úr kafi. Þeir lyftust hærra og hærra, uns þeirra voru allir úr sjó, þarna stóðu þeir á einhverju hvalbaki og horfðu undrandi hvor á annan. Hvað er nú þetta? Slíkt og annað eins hefði ég nú aldrei séð, sagði Snati og horfði á þetta undarlega flotholt sem að nú þokaðist greinilega gegn straumnum í áttina til eyjarinnar. Ég hef enga hugmynd hvers konar farartæki þetta getur verið, sagði læknirinn með andköfum.
Ætli það gæti verið hvalur? Nei, þetta er ekki hvelja, þetta er loðið, sagði hann og settist. Þetta er eitthvað dýr, sagði Snati. Nei. Oppa, sí. Dropar í bókina. En hvar er þá höfuð þess? Læknirinn leit fram eftir þessu kúptarhrygg sem klauf sjávarflotinn og virtist einir 20 metrar á lengd að minnstakosti. Höfuð þess hlýtur að vera í kafi, svaraði hann spurningu sinni sjálfur. En þarna er halinn á því. Líttu á. Þarna aftan við okkur. Snati snér við og sá það lengsta hala sem hann hefur nokkur sinni augum litið. Þessum hala var slegið hægt og sterklega við til hliðana og þannig synti dýrið augsýnilega. Nú veit ég hvað þetta er, hrópaði Snati. Þetta er auðvitað drekinn. Við sitjum hér á baki tengdamömmu kökubokka konungs. Jæja, en það var mikill mildi að hún skyldi bjarga okkur í tæka tíð, sagði læknirinn og hristi vatnið úr eyrunum. Ég hef aldrei verið eins nærri drukknun, en líklega ætti ég nú að hylja nekt mína. Áður en frúin lyftir höfði úr sjó, svo að öll síðgæði sé fullnægt. Hann leysti böndin af fótunum sínum og fór að klæðast á meðan þessi undarlegi bjargvættur flutti þá nær og nær strönd eyjarinnar. Hann hafði meira að segja hagrætt háttinum heimamannslegra á höfði sér áður en landið var náð. Guð. Að lesa of lengi er ekki gott fyrir augun, svo maður verður svona að gera nokkrar augnæfingar. Líta kringum sig. Við erum komið með kaflaskipti. Dýraparadísin. Og þið vitið hvað við gerum í kaflaskiptum. Fáum okkur rost.
Snúpa sí. Nú tók, dýraparadísin. Nú tók að grynnka á þessum heljarstóra faraskjóta sem tekið hafði þá Dagfinn og Snata á bak sér og hann skreið við stöðulaust með þá á land upp. Og þegar Dagfinnur sá höfuðdýrsins rak hann undrunaróp. Snati, þetta er Hvefendochus sem ég er lifandi. Ha? Hvefendochus? Át Snati eftir honum og skildi hvorki upp né niður. Já, Hvefendochus. Fornsögu dýr, sagði læknirinn. Náttúrufræðingar hafa haldið að þau væri útdauð fyrir löngu. Þetta er stórfengleg uppgötvun, Snati. Risadýrið sem fantípumenn kölluðu dreka var nú skriðið á þurrt og var allt sýnilegt. Fyrst virtist þeim félögum það bera í senn svip krókódíls og gíraffa. Fætur þess voru stuttir og digrir og það var mjög gleiðfætt. En mesta furðu vakti hinn langi og bogni háls og enn lengri hali. Höfuðið var lítið og á því 2 stutt horn. Dagfinnur og Snati renndu sér nú niður hlið dýrsins og þegar þeir voru komnir á jörð ofan, sveigði dýrið hálsinn aftur og leit á þá litlum augum og sagði: Jæja, eru þið nú heilir á húfi? Já, þakka þér fyrir, sagði Dagfinnur dýralæknir. Ég var farinn að óttast að ég kæmi ekki nógu snemma á vettvang til þess að bjarga ykkur. Það var bróðir minn sem sá ykkur fyrst. Við héldum að þetta væri fantípumenn og við byggum okkur undir að veita þeim venjulegar viðtökur að skjóta þeim skelk í bringu. Við fylgdumst með ferðum ykkar úr leyni bak við stóru trén þarna og þá hrópaði bróðir minn allt í einu: Hamingjan góða, þetta er Dagfinnur dýralæknir. Hann er víst að drukkna. Sérðu hvernig hann sveiflar handleggjunum til þess að reyna að halda sér á floti? Við verðum að bjarga honum. Hvers sem það kostar. Hann á engan sinn líka í heiminum. Höfum nú hraðan á. Auðvitað höfum við heyrt margt afrek þín, læknir. Við gripum nú til þess ráðs að skríða niður í göng sem eru hinum megin á eynni og liggja í sjó fram undir yfirborðið, þannig getum við komist í sjóinn án þess að nokkur verði þess var. Við syntum í kafi undir ykkur og ég lyfti mér síðan upp í sjónum unnstið stóðið á baki mínu. Ég er hraðsyndastur og því var ég fyrstur á vettvang. Ég er því ákaflega fegin að ég skyldi koma nógu snemma. Er það nú víst að þú sért alheill, læknir? Já, eins og nýslegin túskildingur. Og það er þér að þakka, sagði læknirinn. En hvers vegna syndirðu í kafi? Við vildum ekki láta fantípumenn sjá okkur. Þeir halda að við séum mjög hættuleg dýr og kalla okkur dreka. Við skulum lofa þeim að trúa því, meðan svo er. Tróða þeir okkur ekki tær hér á eynni. Risadýrið sveigði nú hálsinn enn meira aftur, svo höfuðið kom alveg að Dagfinni og hvíslaði að honum. Þeir halda að við étum menn og öndum frá okkur eldi, en við étum aðeins banana. Og þegar einhver óboðnir gestir nálgast eynna eða reyna að ganga á landi, förum við niður í stóran og djúpan helli á miðri eynni, sogum niður í háls og lungu örsmátt ryk og þoku úða sem þar er rætið. Síðan förum við með bægslagangi niður til strandar, öskrum ferlega og blásum þokurykinu út fyrir sjóinn. Þá halda fátæpumennir að það sé reykur. Þannig höfum við farið að því að verja eina frá ágangi manna, svo við getum búið hér óáreitt.
Þetta hefur okkur tekist í 1000 ár. Þetta er líka eini staðurinn þar sem ættbálkur okkar heldur en velli. Þetta er mjög athyglisvert, sagði læknirinn. Náttúrufræðingar halda að þessar dýrategundir séu löngu útdauðar. Eruð þið ekki af Hvifendóki ættinni? Ó, nei, það held ég nú ekki, sagði risadýrið. Allir Hvifendókusar eru komnir undir græna torfu fyrir lifandi löngu. Við erum af Piphilosaurus ættinni. Við höfum 6 tær á afturfótunum, en hinir útdauðu frændur okkar höfðu aðeins 5. Þeir dóu út fyrir svo sem 2000 árum. En hvar eru hinn dýrin í ættinni? Sagðirðu ekki að mörg dýr hefðu synt út til móts við ykkur? Jú, það er rétt, sagði risadýrið, en þau héldu sig öll undir vatnsborðinu til þess að fólk í landi sæi þau ekki. En þau voru allt í kringum okkur, reiðubúin til þess að hjálpa ef það þyrfti að halda meðan ég var synda með ykkur að inni. Síðan héldu þau í kafi út fyrir eyjarendann og komu upp í hellinn, handan á eynni óséð. Við ættum að ganga þangað því að ekki er vert að fólk sjái okkur koma upp á eyjuna til okkar. Það er ekki hollt að þeir sjái að við étum ykkur ekki. Við viljum gjarnan halda þeim í þessari trú áfram, þótt sannleikurinn sé sá að við erum meinlausari en sauðkindur. Eiga engin önnur dýr heima á þessari ey? Jú, ekki er því að neita, sagði risadýrið Piphilosaurus. Þessi ey er þéttbyggt meinlausum grasætum af ýmsum ættum. Ef hér væri rándýr væri sögu okkar lokið fyrir löngu. En komið nú með mér, ég skal sýna ykkur eina og lífið á henni. Við skulum ganga hægt upp dalinn þarna, svo við sjáumst ekki fyrr en við komumst að skógarjaðrinum. Nú hófst gangan yfir þvert mannlausa land sem raunar var ekki breytt. Læknirinn sagði síðar að hann hefði aldrei lifað eins lærdómsríkan dag. Eyjan var víða sæbraut nokkuð, en ofan sjávarbakka tóku við skjólsælar lægðir og skógi vaxnar hæðir, og sást ekki þangað af sjó. Þar var af ágætt skjól fyrir vindum, og miðri eynni var stór hvilft einar 30 mílur í þvermál. Þar höfðu þessar risavöxnu fornaldardýr lifað í friði óáreitt í 1000 ár, gætt sér á bjúgaldinum og sleikt sólskinið. Í dal hvilft þessara voru ár, og á bökkum þeirra sá Dagfinnur hjarðir vatnhesta sem úðuðu í sig háu sefgrasi. Óx við bakkana. Á sléttum með hávöxnu grasi voru fílar og nashyrningar á beit. Uppi í hliðarslökkum sá hann hálslanga gíraffa teygja sig í lim trjánna. Apar og hjartardýr ýmiss konar voru hvarvetna. Fuglamerðin var geysimikil. Þarna voru samankomnir fulltrúar langflestra dýraætta sem ekki eru kjötætur. Þær bjuggu þarna í sátt og samlyndi og lifðu á gæðum landsins óáreittar af rándýrum á mönnum. Dagfinnur stóð á góðri sjónarhæð með Snata við hlið sér og horfði yfir þetta fjölbreytilega og fagra svið. Þetta fagra land mætti líka kalla dýraparadísina, sagði hann við sjálfan sig. Megi dýrin njóta hennar lengi, megi þessa ey verða mannlaust land enn langa framtíð. Læknir, þú ert fyrsti maðurinn sem stígur fæti á þessa eyju síðustu 1000 árin, sagði risadýrið dimmri rödd. Sú mannvera sem hingað kom næst á undan þér var tengdamóðir hans Kökkubokka konungs. Jæja, en meðal annars orða hver urðu afdrif hennar. Fantomumenn trúa því að hún hafi breytt sér í dreka eins og þið vitið. Við giftum hana burt, sagði risadrygginn og kímdi við. Við þoldum ekki masið í henni hér, fremur en konungurinn, því að aðra eins skrafskjóðu hefur enginn þekkt. Því var það ráð tekið að synda með hana langt suður með Afríkuströnd að næturþeli og skjóta henni þar á land. Hún var skilin eftir við hallar dyr hjá heyrnarlausum konungi
sem ríkti yfir fámennum ættbálki á suðurbálka Kongó-fljóts. Hann kvæntist henni og af því að hann var heyrnarlaus gat hann afborið orðaflauminn. Næstu dagana gleymdi Dagfinnur dýralæknir alveg starfi sínu við póstþjónustuna í Fantíbu, Kókó-konungi, skipi sínu og öllu öðru. Hér var hann önnum kafinn nótt og nýttan daginn við að sinna öllum þeim dýrum sem leituðu til hans. Margir gíraffar voru sárfættir og hann sýndi þeim sérstaka rót sem þeir skyldu láta í vatn þar sem þeir fengu þar fótabað. Horn nashyrninganna voru orðin of löng og Dagfinnur kenndi þeim að sverfa af hornunum með því að hnúa þeim með steina af sérstakri tegund, en á þann hátt var unnt að girða fyrir ofvöxt þeirra. Sérstök tegund netutrjáa sem hjartardýrin hefðu sérstakar mætur á var orðin mjög fágæt og læknirinn kenndi nokkrum hjartaforingjum að taka vænar netur af trjánum og stinga þeim niður í moldina, svo að ný tré uxu. Dag nokkurn hann var að draga skemmda tönn úr vatnhestakrakka með úrfestinni sinni, birtist Snarfari allt í einu og var honum augsýnilega mikið niðri fyrir. Jæja, loksins, sagði litli fuglinn og settist á grein. Loksins fann ég þig, læknir. Ég hef leitað þín allar jarðir. Komdu blessaður, Snarfari minn, sagði læknirinn, glaður. Það var gaman að sjá þig. Er þér nokkuð á hundum? Já, ekki get ég neitað því, sagði Snarfari. Við höfum lokið útungun og flugkennslu ungana lauk fyrir 2 dögum og þú sagði mér að þú myndir eiga við mig brýnt erindi þegar þessu var lokið. Ég fór því þegar til hús þíns í borginni en Dugga hafði enga hugmynd hvar þú værir niðurkominn. Síðan fór ég að leita og loks heyrðum við bátakarla niðri við höfnina vera að hvíslast á það að þú hefðir lagt af stað til mannlausa lands fyrir nokkrum dögum og ekki sést síðan. Allir Fantíbumenn telja þig nú af. Þeir segja að drekarnir hafa áreiðanlega étið þig. Mér var það ekki sel þó að ég trúi nú ekki þessari drekasögu, en þér hefur dvalist svo lengi í ferðinni að ég óttaðist að þig hefði hent eitthvert slys. Eins og þú getur ímyndað þér óreiðan í póstþjónustunni nú orðin verri en nokkru sinni fyrr. Já, einmitt það, sagði læknirinn, sem hafði nú náð tönninni og var að sýna vatnforaldrinu hvernig það ætti að hirða tennurnar og skola á sér munninn á ánni. Þetta leiðinlega fréttir, sagði Dagfinnur. Ég hefði líklega átt að senda þér orð þessa för mína en ég gleymdi mér satt að segja alveg. Og síðasta dagana hef ég alls ekki séð út úr önnunum. Við skulum koma í forsæluna þarna undir pálmatrénu og spjalla saman. Ég ætla einmitt að tala við þig póstþjónustuna. Þá erum við komin á blaðsíðu 48. Kaflaskipti við hraðpóstinn. Og hérna síðasta myndin. Ég held að ég ætla að segja þetta gott núna. Ég held að ég er búinn að lesa svolítið yfir mig. Ég er bara 2 klukkutímar af lestri eiginlega í rauninni að lesa upphátt í 2 klukkutíma er svolítið þreytandi og ég ætla að segja þetta gott.